Ég skil að fólk sé hrætt með við hvernig orðræðan hefur verið. Ég skil að fólk sé hrætt þegar dómsmálaráðherra talar það sem forgangsmál að treysta landamærin og tryggja okkur auka eftirlit á landamærum svo ekki vera hleypin ykkur glæpamærum. Ég skil alveg að fólk verið hrætt þegar dómsmálaráðherra tala svona. Sko vandinn sá að þetta vindur svo upp á sig. Skýrsluhópar lögreglunnar að segja þetta líka? Nei, nefnilega ekki. Þeir eru búin að segja 20 skipulagðir brotahópar og þeir leita í hælisleitendur til þess að hagnýta. Já. Ekki að hælisleitendur séu glæpamenn. Þeir verða glæpamenn í kjölfarið, væntanlega. Það er mjög misjafnt sko. En sko það er líka bara, ég meina það er allt fólk sem er jaðarsett og er í erfiðri stöðu. Það er útsett fyrir því að vera misnotað glæpahópum. Þannig að hvað gerum við? Við reynum að fækka þeim hópum og minnka þann hóp sem er jaðarsettur og útskúfað. En við erum að auka það. Við erum að jaðarsetja fólk. Góðan daginn og þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þetta hlaðvarp. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsið.is, Happy Hydrate, Pólsen, Alvörubón, Bæjarins bestu pilsur, heitirpottar.is og drífa.is. Nú ef þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu þá getur þú að sjálfsögðu fengið þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga með því að fara inn á partus.is/1pæling og gerast þar áskrifandi en þannig ert þú að styðja við það að ég skapi þetta efni og áskrifundir eru stærsta staka tekjulind þessa hlaðvarps. Sem áskrifandi getur þú tengt hlaðvarpið við Apple Podcast eða aðrar hlaðvarpsveitur og fengið þáttinn uppfærðan með RSS-lekk sem þú finnur á partus.is/1pæling undir RSS-lekkir sem að gerir hlustun einfalda og þægilega. En ég vil hvetja ykkur til að segja viðskipti við samstarfsmenn mína en þeir eru að sjálfsögðu ekki sammála mér allt en þeir eru að stuðla að málfrelsi á Íslandi sem er nákvæmlega það sem að þetta hlaðvarp snýst En vindum okkur á þættinum, gjörið þið svo vel. Ardís Anna Kristínar Gunnarsdóttir, þetta er ekki rétt hjá mér? Jú. Hvernig ertu? Ég er hress. Það ekki? Það er mikið að gera á þér núna. Heldur betur. Það er aktivismin. Ertu aktivisti? Er ég aktivisti? Já. Nei, ég myndi eiginlega ekki segja það. Nei. Hvernig skilgreinuðu þig? Hvernig skilgreini ég mig? Það er kannski sorglegt að fyrsta sem kemur upp í hugan er lögfræðingur sko. Það er kannski lýsandi, ég veit það ekki. Nei. Fólk heldur að ég sé róttækari en ég er sko. Já, ég er örugglega sko. Það er mikið búið að breytast frá því við tölum saman síðast. Já, slatti. Og við tókumst aðeins á þá og ég vil meina að veruleikinn hafi, umhverfið í þessu. Hafi orðið töluvert nær því sem ég er búin að tala það er að segja regluverkið og ég átt að því sem ég taldi þurfa að gera og Þorbjörg Sigríður virðist bara að vera á spýtæl hjá mér og að gera allt sem ég vil að láta ekki. En hún er búin að breyta miklu varðar útlendingamál. Ef við tökum byrjum með víðri leysinu. Hvernig horfir þetta við þér? Hvernig horfa þessar breytingar við þér? Sko þær breytingar sem hafa verið gerðar á undanförnum árum hafa að stærstu leyti skapað fleiri vandamál en að leysa. Þetta er svolítið svona, mér langar að segja því þú vísar í að þau tölum saman síðast, ég fæ svolítið svona, mér langar að segja self-fulfilling prophecy. Af því að það sem við höfum verið að gera á undanförnum árum eru hlutir sem hafa verið gerðir í öðrum löndum og hafa reynst illa. Þannig við erum svolítið að apa mistökin upp eftir öðrum ríkjum. Það er mín upplifun, það er ekki mikið langtíma hugsun í því sem er verið að gera. Þetta er allt svolítið svona knee-jerk viðbragð við einhverjum ótta, einhverju paniki. Þetta er ekki vönduð vinna. Bara svona lögfræðilega séð sko. Og það er að skapa dálítið mörg vandamál og það er að kosta peninga og búti flækjur. Þetta er svolítið, við erum búin að búa til svolítið mikið óreiðuna sem að var talað að væri svo mikið áður sko. Já, akkurat. Og þú talar einmitt það að óskilvirknin innan kerfisins væri út af því að það væri verið að þrengja heldur en að það væri verið að leyfa. Telurðu að kerfið eins og það er núna sé óskilvirkara heldur en að var þegar áður þessi meirihluti kom til sögunar? Tvímælalaust. Sko ekki bara þessi meirihluti, það eru kannski og jafnvel aðalega breytingar sem voru gerðar á síðasta kjörtímabili sem að hafa valdið alveg svakalegum hnöggrum og töfum og vitleysu í kerfinu sem að við erum að súpa segið af núna. Kannski svona mest ábyrjandi, það er í þessu rosa mikið af svona hate to say I told you so sko. En það er raunverulega hate to say I told you so sko. Það er ekki þannig að það hlakki í manni, það er akkurat öfugt. Margt sem að við vörum við, varðandi frumvarpi sem var samþykkt 2023, hefur orðið að veruleika. Og þá er ég að tala sko það skilvirknin hefur minnkað, það hafa skapast vandamál sem að voru ekki fyrir hendi, það hafa aukist vandamál
sem að þau þóttust ætla að leysa. Og það hefur svolítið það hefur svolítið ræst, rakspáin sem að við komum með varandi þessar breytingar. Og hérna er ég ekkert að tala um neina mannúð, sko. Ég er bara að tala um kerfið og skilvirkni og kostnað og lagaflækjur, sko. Já, hvað ertu þá að vísa til út af því að núna kannski þekki ekki allir þær breytingar sem hafa orðið og þá óskilvirkni sem að þú telur hún hafi orðið. Hvaða breytingar ertu nákvæmlega að tala um og hvernig birtist óskilvirknin? Sko, þetta náttúrulega byrjaði svolítið með þjónustusviptingunni þegar það var byrjað að henda fólki á götuna. Útlendingastofnun byrjaði á að reyna að henda fólki á götuna fyrir að neita að fara í COVID-test á sínum tíma. Það var reyndar síðan úrskurðað ólögmætt, en þau gerðu það. Það skapar flækjur. Þegar stjórnvöld taka ólögmættar ákvarðanir, þá býr það til vesen í kerfinu. Það gerir það verkum að það færi kærumál í gang og það skapast einhver tregða, það er kannski ekki hægt að framfylgja því og annað slíkt. Þetta hefur aukist mjög mikið. Það að setja fólk á götuna í þessari stöðu, það leysir engin vandamál. Það skapar hins vegar talsvert af vandamálum. Komið með húsnæðislaust fólk, það er að fyllast neðaskilin í ofanálag, það sem var gert á sama tíma. Og ég held að þetta tvennt hafi svolítið verið hugsað saman, sem ég reyndi að benda á sínum tíma. Þá voru auknar heimildir Útlendingastofnunar til þess að vísa fólki eitthvert annað. Vísa fólki til ríkja þar sem að Útlendingastofnun finnst, eins og það er orðað í lögunum, sanngjarnt og eðlilegt að viðkomandi fari og sæki vernd. Vandamálið við þetta ákvæði sem var tekið upp þarna er að það er ekki neitt skilyrði, engin krafar, engin fyrirvari það að viðkomandi einstaklingur hafi heimild til koma og dvalar í því landi. Við bentum á þetta og við sögðum það sem gerist þegar þið gerir þetta er að þið eru að vísa fólki úr landi með ákvörðun, Útlendingastofnun segir þú átt að fara til þessa ríkis og kærunefndin staðfestir það, en lögreglan getur ekkert gert, hún getur ekki flutt fólk vegna þess að fólki hefur ekki heimild til koma og dvalar í ríkinu. Það er þess að tannig í þessum málum að þegar komið með loka niðurstöðu þá hafa stjórnvöld heimild almennt til þess að framfylgja ákvörðuninni og bara taka þig og setja upp í vel og flytja þig. Hvort sé þið líka betur eða þannig er það. Þannig virkar kerfið og hefur alltaf gert. Það hafa verið heimildir í langan tíma til þess að vísa málum frá, þess að ekki í rauninu skoða umsóknina, ekki taka hana til efnismeðferð eins og það er kallað og vísa eitthvað annað. Þær heimildir hafa alltaf grundvallast á samningum við önnur ríki að taka við fólkinu, til dæmis Dyflinnarsamningurinn sem er uppræðlega samningur og verður að reglugerð og síðan eru ákveðni gagnkvæmissamningar og síðan ef fólk er með heimild til komið að dvalar í öðru ríki þá eru þetta hægt að flytja það þangað vegna þess að það má vera þar. Það sem að gerist þarna og við vissum að átt að spila saman var að til þess að framfylgja ákvörðuninni sem er ekki hægt að framfylgja af því að lögreglan getur ekki bara droppað fólki þar sem henni sýnist, ekki frekar en önnur ríki geta bara sendt hingað einhverja flugfarma af fólki. Það er bara öll ríki heims stýra sínum landamærum sjálf og ef að þau eru ekki búin að annarkvort veita að við komum til heimild til koma og dvalar eða samþykja viðtöku þá getur við ekkit bara eitthvað sendt fólk þangað. Til þess að framfylgja ákvörðuninni eða svoleiðis, það sem að þau ákveða að gera var að svipta fólk þjónustu. Þeirri von að einstaklingurinn þá fari það sem þau kalla sjálfviljugur, fari bara sjálfur, þá kannski sækjum dvalarleyfi eða eitthvað reynir bara einhvern veginn að komast eitthvað annað og gjarnan er búið að ákveða hvert þú átt að fara. Þú átt frænda einhvers staðar í þessu landi, okkur finnst sanngjarnt og eðlilegt, þú færið þangað og þú bara finn út úr því. Og þú bara ert á götunni á meðan. Þetta er augljóslega ekki skilvirkni. Það er tvennt sem að, vinnur algjörlega gegn skilvirkni þarna. Það er annars vegar það að umsókn viðkomandi er aldrei opnuð. Þessi einstaklingur, hann er aldrei spurður okkur hann flúði heimaríki. Hann er bara spurður hvað áttu frænda. Hvaða lönd að vanta bara inn í viðtölu núna í Útlendingastofnun að komið langur spurningalisti. Það sem er verið að reyna að finna eitthvað annað ríki sem hægt er að senda þið til. Hann vantar bara spurninguna teldu upp öll lönd sem að þú hefur heyrt í heiminum, sko. Þú veist, það hefur spurt, sko, hefur þú haft dvalarleyfi einhver tíman, einhvers staðar annars staðar, áttu ættingi einhvers staðar annars staðar, þar alveg farið hingað.
Það er ekki spurt hefur heimildi koma út dvalar. Það sem að gerist þarna að það er ekki opna málið. Þér henda göttuna, viðkomandi getur ekki farið, í gang fer eitthvað svona ferli þar sem að lögreglan boðar því á fundi reglulega til þess að ógna þér og vera með dónaskap og niðurlægja og einhvern veginn að reyna að reka fólk í burtu, hræða fólk í burtu, þetta eru óþægileg viðtöl. Það er illa komið fram við fólk, það er niðurlægt, þetta er ekki okkur til sóma, myndi ég segja. Og sko, þetta kostar peninga, með eitthvað starfsfólk í vinnu við það, að reyna að sannfæra fólk að það sé óvelkomi hér. Og svo kannski bugast fólk og ákveður að reyna, ég geri það bara, þá fer ég og eitthvað og þá fer ganga eitthvað rosa vinna við að reyna að afla, stundum vantar ferðaskilríki, stundum snýst þetta bara það að afla dvalarleyfis, á meðan að fólki þjónust, allt þetta er rauninni bara rosa hafari sem að verður til, þetta getur tekið marga mánuði og getur tekið alveg einhver ár. Ef umsóknin væri bara opnuð strax, ef við myndum sleppa þessu, segja bara þú ert frá þessu landi, þú ert að flýja þátt á þessu og opnum það og bara könnum hvort þú sért flóttamaður eða ekki. Ef að það kemur á daginn og þú átt ekki rétt á stöðu flóttamanns, það er myndið sem svo að þú sért ekki hættu heimaríkinu, þá er ekkert því til fyrirstöðu að flytja fólk, hvort sem því líkar betur eða verð. Vegna þess að ríki eru skyldu til þess að taka við sínum eigin ríkisborgurum. Þannig ef það á að flytja þig til, ef það á að vísa þig til þíns heimaríkis, þá er ekki því til fyrirstöðu hvað þetta varðar. Ef það á að flytja þig til bara einhvers ríkis, þá er fyrirstaðan er svo að þú hefur ekki heimild að koma út dvalar. Þetta myndi ég segja, þetta er kannski svona, þetta fer að verða eitt stærsti hnúturinn í kerfinu okkar núna. Hlaðvarpið er í samstarfi við Harðfisksverkun Hrafnardals. Þetta eru gæði í gegn, kemur á roðinu, fryst einu sinni og það er nákvæmlega þannig sem að þú færðan. Steinbítur sem er valsaður upp á gamla mátan og þurrkaður í vestfirsku fjallalofti. Ekkert svona eitthvað þurrkklefa rugl hérna. Þetta er ekki eitthvað svona sem að molnar í höndunum heldur þetta bara gæði í gegn. Frábær gjöf fyrir þá sem að eiga allt, en ef þú ert að leita gjöf fyrir afa og ömmu og ert í vandræðum út af því að þau eiga allt, á að sjálfsögðu gefur þeim bara harðfisk. Til að nálgast þessa gæða vöru þá sendur þú e-mail á hrafnadalur@proton.me. Þetta er líka í lýsingu á þessum þætti þar sem þú getur einfaldlega séð frábæru verðin og séð alla leiðbeiningar hvernig þú nálgast þessa gæða vöru. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Það er margt í þessu sko. Ég held einfaldlega að þegar við vorum að tala um svona pólitískan veruleika áður en við byrjum að taka upp, að þá er þetta bara orðið þannig að ég held að Obba sé bara að svala svona lýðræðislegri eftirspurn það að jú, núna erum við... Það fína orðið við populisma. Nei, ég meina, populismi eða ekki populismi, en aftur á móti þá erum við að sjá núna til þess að Donald Trump er búinn að taka í handbremsuna á því að hann ætlar ekki að leyfa aðflutning fólks frá þriðja heimsríkjum. Við erum að sjá að Nigel Farage er að vera stærsti flokkurinn í Bretlandi. Ég held að það sem þessi ríkisstjórn sé að gera er einfaldlega að takast á við óumflýjanlegan raunveruleika, þar sem að við erum að horfa upp á það að það er fólk hérna sem er til dæmis komið frá Palestínu sem að virðist eiga mjög erfitt með að aðlagast okkar samfélagi. Við erum að horfa á árásarrifla, þrátt fyrir það þeir hafi verið ekki alvöru árásarriflar, þá geta verið notaðar til ógnunar. Samlandi hans sem hefur sama ættarnafn og sá sem átti bílinn er ákærður fyrir stunguárás og þarf að setja dóm af sér fyrir það.
Hann vísaði til þess að það væri svo mikið ófremdar ástand í hérna heimaríkinu og þar af leiðandi, ég meina, ok, flott, ég búin að vera að mæta hérna á Palestínu mótmæli rosa brjálaðir við því hvað Ísraelsmenn eru leiðilegir við Palestínumenn. Hins vegar þá ég bara að horfast í augu við þann veruleika að það augljóst að það fólk sem að hingað hefur komið ekki að fara að aðlagast okkar samfélagi, þar af leiðandi vil ég ekki vera að setja börnin mín í hættu, ég að tala við lögreglumenn, ég að tala við dyraverði, ég að tala við þá sem í félagsþjónustu, tala við alla, það ómögulegt að vera að taka á móti svona stórum hópum fólk sem að kemur frá Miðausturlöndum. Við erum með hérna einhverja lobbyista eins og þig og Helgu Völu og einhvern mann sem jafnvel ákærður fyrir það að vera núna að moka fólki inn hérna til að taka þátt í skipulagðri glæpastarfsemi. Það allir á Ingólfstorgi að sjá full vel hvað í gangi þar sem að hælisleitendur hafa augljóslega verið hagnýttir í því að nota þá í einhverja eiturlyfjasölu og fleira. Við erum bara ekkert að fara að gera grín að okkur lengur, við þurfum bara að moka þessu fólki á landi og þú getur alveg komið með einhverja mannréttinda sáttmála og óskilvirkni og eitthvað þannig, en við bara viljum taka handbremsuna á þessu og lifa bara í okkar góða samfélag þar sem við getum tekið á móti Úkraínumönnum og einhverju fólki sem að haga sér skikkanlega, en fólki sem að við bara að haga sér eins og fíflina, við þurfum bara að rusla því út. Hvernig myndirðu bregðast við svona athugasemdum? Þetta, sko, það sem að mér finnst einmitt svolítið áhugavert ofta að velta fyrir mér þegar fólk tala svona eins og þú talar og að fólk sem að koma inn frá Palestínu og annars það frá aðlægist ekki, sko, ég hugsa með mig að þú nú ekki kynst mikið af Palestínumönnum þá. Nú hef ég verið í þessum, ég ætla að bara segja bransa í 20 ár og þekki held ég talsvert fleiri flóttamenn heldur en Meðaljónin, sko. Þannig ég get bara sagt þetta náttúrulega bara argasta vitleysa sem þú ert að þylja upp hérna. En ég ætla ekkert að byggja minn málflutning á einhverjum gaslýsingum, hvað það var það, sko. Þannig að það sem ég myndi byrja á að segja sko, hver framtíðarsýnin ykkar? Vegna þess að það er eins og fólk haldi að þú geti bara gert þetta svona. Það sé bara hægt að taka einhvern hópa fólki á grundvelli þjóðernis og kynþáttar. Það það sem þetta snýst um. Þjóðernis, kynþáttar og trúarbragða. Setta undir sama hatt og eins og segir, mokaði úr landi. Á hvaða grundvelli? Á þeim grundvelli að einhverjir kjánar voru að taka myndir af sér með einhverja gervirifla. Ég vil til dæmis bara vekja athygli á, sko, nú þekki það ekkit og þekki ekki þá einstaklinga á það mál, en ég veit hins vegar að sko, það alveg þannig að sko, það að vera með einhvern riffil, sko, tilheyrir þeirra raunveruleika þvílitunum til að þeir eru umkringdir hermunum í lífi sínu, frá barnæsku. Þannig að sko þeir ekkert hræddir við hríðskotarifla á við þegar þeir sjá það. Þetta ekki fyrir okkur, þetta svo miklu meira stuðandi vegna þess að tilheyrir ekki okkar veruleika. Þessu eigum við auðvitað að taka mjög hart á og það augljóst að það eitthvað sem við gerum. Útskýra, þetta bara eitthvað sem við viljum ekki sjá hérna. Þó þetta sé eitthvað úr Toys R Us, þetta bara úr einhverju leikfangaverslun, skilurðu. Þú fór ekki svona raunverulegt vopn í Toys R Us. Nú veit ég ekki ég held reyndar að sé ekki Toys R Us á Íslandi. Þetta var hérna eins og lögreglumaðurinn sagði, þetta hafi verið nánast svona fullkomin replika. Já, ég þekki þessu vopn ekki það vel að ég geti skoður á því, sko. En það sem að ég kannski vilja reyna að segja, það þú veist, hvernig, þú veist, þetta auðvitað bara meikar ekkert sens og svo líka þetta, það ekki eins og það sem að gerast núna í heiminum, sé að gerast í fyrsta skipti og það ekki að gerast vegna þess að fólk að færast á milli landa. Það vegna þess að við erum að bregðast bandvittlust við því að fólk sé að færast á milli landa. Í fullkomnum heimi þetta væri bara ekki flótta fólk. Það væri ekki fólk að flótta. Þannig ég held að það sé svona útópían okkar allra og þá þyrftum við ekkert að vera að ræða þetta. Hins vegar þá flýst fólk á milli landa. Ég búin að fara til Frakklands í nám sem ég finnst spennandi að fara hingað og þangað og okkur finnst það og okkur finnst sjálfsagt að við fáum að gera það. Þannig að sko fólksflutningar ekki vandamáli út af fyrir sig. Þú veist, og þá spyr maður sig, ok, við erum áhyggjur af því, eða einhverjir hafa áhyggjur af því að einstaklingar eins og sem við kalla það aðlægist ekki. Hvað þarf til þess að einstaklingur aðlægist? Finnst fólki líklegt að þú aðlægist samfélagi sem að gerir ekkert annað en að senda þau skilaboð þú sért ekki velkomin? Við álitum okkur vera siðasamfélag eða já, teljum okkur trúum það. Samt eru komna raddir eins og ég vil nú ekki leggja neinum orð í munn, en það hafa allavega verið skilin ummæli Snorra Mássonar þannig að það bara að vera hægt að flytja fólk úr landi jafnvel þó það sé lífshættu í heimaríkinu. Þarna við bara að tala og það var nú mikið móðgast yfir því þegar við nefndum þetta á þinginu á sínu tíma.
Þetta eru bara dauðarefsingar og ætlar að fara að setja þá dauðarefsingu við smávægilegum glæpum. Okkur getur verið illa við það að einhver sé með búðanhuplu eða ég veit ekki með neyslu skammta vímuefna á sér eða láta taka Instagram myndir að sem með einhverja leikfangarifla. En þú veist, erum við raunverulega að tala um það að okkur sé bara sama líf þessar einstaklinga og þannig erum við komin í svo svakalega mikið, þú veist, bara mikið hatur í garð fólks sem bara lifandi fólk að þá erum við bara komin úr rosalega vondan stað og þá erum við komin svolítið fjarri því sem að ég held að við viljum standa fyrir sem samfélag og sem Íslendingar. Þetta er ekkit í samræmi við okkar gildi að flokka fólk með þessum hætti og að finnast það bara líf þess bara minna virði vegna þess að það er af einhverjum uppruna. Hlaðvarpið er í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég er ekki einu svona að grínast, ég er að nota þessar vörur í alvörinu. Það er ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate er hreint út sagt frábær. Kreatín er samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfaldlega betur. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðinn þá lætur þú gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Ferð með bíliðinn, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðinn. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Já, ég er enda til sko, ég veit hvernig við kælum þetta og ég hef sagt áður að það er að redda þessu 1 tóra bingo og það er með því að enginn getur sótt hérna hæli í bili og þú veist, það er óumflýjanlegt að hælisleitendakerfinu verði lokað. Það er bara orðin pólitískur raunveruleiki út af pólitískri eftirspurn og það er alveg sama hversu mikið lengi ég og þú getum talað um þetta, það verður alltaf gert og það mun gerast eftir skamman tíma. En hins vegar að þá held ég að við getum kælt þessu umræður töluvert ef við myndum til dæmis bara taka bæturnar í burtu og að ef þú fremur einhver glæp að þá ferðu úr landi. Þá erum við líka, já, það kann að hljóma hérna kaldrifjað og harðneskjulegt. Hljómar ekkert kaldrifjað og harðneskjulegt. Það er bara okay, ekki virðingu fyrir lífið viðkomandi manneskju. En þá aftur á móti erum við samt að senda þau skilaboð til fólksins sem hingað er að bara ef þú býtur að þér að þá bara ertu ekki velkomin. Það myndi hafa miklu jákvæðari áhrif á allt er varðar þessi mál, já. Út af því ég held að út af pólitískri eftirspurn. Og ég hef, sko, ég sagði þetta fyrir 1,5 ári núna. Þá sagði ég, þú veist, ég held ég skiljið ekki hversu vondar umræður útlendingamál eru raunverulega orðin. Og þú veist, þetta er ekki það sem að fína fólki í Kjarval var að tala um. Þetta er ekki þar sem að svona fólki í ráðuneytunum. Við erum alveg á internetinu líka, sko. Nei, þetta er verra heldur en það er internetinu. Það er það sem ég er að segja. Hvað ertu að tala um? Ég er að tala um að fólk, almennt séð, viðhorf þeirra eru búin að umturnast miklu meira. Og finnst þér það ekki vera vandamál? Jú, já. En hvernig græjum við það? Með því að auka samkennd, með því að, hjálpa fólki að kynnast hvert öðru. Svo bjartsýn gagnvart því að við getum það. Snýst ekkert um bara sjálfsög getum við gert það. Ég nefnilega held að við getum það ekki, sko. Ég skal segja, þetta, ég meina í fyrsta lagi, þá er þetta ekki fyrsta skipti í sögunni sem þetta er að gerast. Við erum að endurtaka mistök sem að mannkynið hefur gert ítrekað aftur og aftur og aftur. Hvaðan heldur þessi mannréttindasamningar komi? Þeir komi ekkert úr lausu lofti. Þeir verða til eftir seinni heimsstyrjöldina til dæmis, flestir. Þeir verða til eftir svona átök vegna þess að þegar við áttum okkur á því að þetta viðhorf, þessi stefna, þessi aðskilnaðarstefna, þetta hatur, þessi aðgreining fólks, hún leiðir aldrei til góðs, hún leiðir til ofbeldis, hún leiðir til einangrunar, hún leiðir til sundrungar sem að sundra samfélögum, bara brýtur niður samfélög. Það er það sem gerist. Það er ekki þannig. Það er ekki þannig að ef að þú ákveður bara, já, við ætlum bara að útiloka allt brúnt fólk hérna frá landinu, þá verðum við bara öll hérna hvít og hamingjusum. Þetta bara hefur verið reynt, skilurðu. Þetta hefur bara verið ítrekað reynt og það endar alltaf með tómum óskop. Ég bara held að sé ekkert fólk sem það eina sem við getum gert, eina leiðin til þess að tryggja frið og þetta hefur bæði sannast og þetta bara við erum að læra þetta aftur og aftur og af hverju þurfum við alltaf að vera að læra þetta aftur og aftur. Það eina sem við getum gert til þess að tryggja frið í samfélögum og stuðla samfélögum,
það eru þessi grundvallarmannréttindi, það eru lýðræðisleg gildi, það rétta ríkið, þar sem að við stöndum öll jöfn frammi fyrir lögunum, njótum tiltekinna réttinda, hvort sem að við erum ánetjust vímuefnum, eigum við gæra vandamál að stríða, brjótum af okkur eitthvað annars slíkt eða séum einhvern veginn á litin, að við njótum öll sömu réttinda. Það verið að tala fyrir því að þetta verði ekki lengur þannig. Það verið að tala gegn réttaríkinu, gegn grundvallarmannréttindum, gegn lýðræðinu. Já. Og það sem að leiðir til hruns samfélagi. Já, þannig ég segi bara, hverju viljið þið eyðileggja Ísland? Ég sammálaður þarna stóra leyti og það miklar áhyggjur af þessu til mér í Bretlandi, þar sem eru islamistar sem að nákvæmlega tala það að grunngildin eigi að vera afnumin. Það eru Íslendingar sem tala fyrir því líka. Já. Þú veist að tala fyrir því það rétt á hann. Já, ég ekki að tala fyrir því. Hvað er munurinn á þér og íslamistunum? Ég var að benda á sjónarmið og ég reyna að færa rök fyrir þau sjónarmið að grunngildin okkar eigi kannski ekki að gilda lengur allt fólk. Mínar skoðanir geta verið x og uppslán. Ég held aftur á móti að þessi veruleiki sé að hreyfast miklu meira í anda við pólitíska eftirspurn og fólk sem að ég að tala við sem að var mjög mikið. Og gott? Er það jákvætt? Nei. Og hvaðan kemur pólitíska eftirspurn? Þess vegna líka vildi ég fá þig til þess að ef við bara tökum svona smá dæmi til og það mér langar líka staðsetja þig hversu langt þú gengur þetta því að þú ert svona það sem að sem ég ber mikla virðingu fyrir hardcore svona libertarian. Þú ert bara frelsi, skiptir engu máli. Hins vegar ertu full vinstri sinni bótunum held ég en látum hann alltaf liggja milli hluta í smástund, tökum það eftir hversu langt gengur þú veist eins og maðurinn sem að komst á daginn að hafi verið meðlimur ISIS og látum hann liggja milli hluta hvort hann hafi verið þú veist að vera að spyrja að vera ekki staðfestar látum hann liggja milli hluta ef hann íslamisti sem að hefur verið að berjast fyrir ISIS og Mohammed Korani erum við bara, við þurfum bara sem samfélag einhvern veginn að takast á við það. Ég held að fólk hugsi bara ekki að ræða það út úr landi og gleymum þeim og komum vel fram við hina sem að eftir eru. En bara ekki að ræða það, þú sett að fara að haga þér eins og fáviti og fara að einhvern veginn merksjúa bæturnar, fá frítt húsnæði, berja konuna einu örugla út af því að þú ert svo mikið islamisti. Hlýtur að vera. Alveg búið að mála þetta allt upp. En eins og með þessar tvo einstaklinga, ertu ósammála því að þeir hafa verið færður á landi? Ég er ósammála því að það er að gilda einhverjar aðrar reglur þá heldur en annað fólk. Já, bara, þú veist, ef þú brýtur af þér og ert hælisleitandi, að þá áttu að vera færður á landi. Ertu ósammála því? Hvað er hælisleitandi? Ég bara vil fá að vita hvort þú sért ósammála því að einhverjum leiti að þeir geti verið færður á landi undir þeim formerkjum að þeir hafi þá fengið hæli annar staðar eða geti verið annar staðar. Fólk hefur fengið vernd annar staðar, þá er hægt að færa það á landi þó það brjóti ekki af sér. Ef fólk er öruggt í heimaríkinu, þá er hægt að flytja á landi þó það hafi ekki brjótið af sér. Almennt nefnir náttúrulega að fengi búsetuleyfi eða annað slíkt. En finnst þér ekki gott að sé hægt að færa þá á landi? Ég bara spái út af því að það sem ég tel líka pínu vandinn við þetta að fólk sem hefur verið að tala fyrir sjónarmiðum hælisleitenda hafa ofta tíðum einhvern veginn dregið strik í sandinn þar sem að bara almenningur er bara hvergi nærri tilbúin til þess að fylgja. Ég held að þegar þú segir almenningur þá sést að tala bara hluta almennings. Þú ert bara að tala 80%. Bara ég er alls ekki vissum að það sé þannig. Það er mjög mikið áhyggjefni ef að það er þannig. En svo fyrir þér persónu, myndir ekki finnast betra ef að þessi tveir einstaklingar væru ekki á Íslandi? Það er rosalega margt annað fólk sem að ég myndi gjarnan vilja væri ekki á Íslandi. Já, en þessi tveir, þú veist, bara svo ég fái það á hreint, út af því að ég veit, út af því að ég er að reyna að gera mig grein fyrir hvað þú dregur þessar línusandinn. Ég er búin að segja það. Nei, þú ert ekki búin að segja mér það. Ég vil að sömu réttindi gildi allt fólk. En viltu hafa þessa einstaklinga á Íslandi? Ég þekki mál þeirra ekki nógu vel til þess að geta tekið neina afstöðu til þess hvort að það sé hægt að flytja eða ekki eða hvernig reglurnar eru. Ég vil bara sömu reglu gildum alla. En þetta eru svo konkrétt dæmi einstaklingar sem allir ekki sammála því. Heldur þú að hvað heldur ef ég ætti að giska á hlutfall Íslendinga sem myndi vilja bara sjá það á landi, þá myndi ég giska á svona 99%. Veistu til hvers mannréttindi eru í stjórnarskrá? Veistu af hverju eru í stjórnarskránni? Já, ég skil hvað mennar. Það er til þess að sporna gegn, tilgangur grundvallar mannréttinda og mannréttindasamninga. Tilgangurinn er að vera mótvegi við ofríki meirihlutans. Vegna þess að það sem að meirihlutin vill hverju sinni er ekkert endilega alltaf það sem er best fyrir samfélagið.
og það sem best fyrir einstaklingana. Þau grunngildi sem við höfum sett, þau eru ótrúlega einföld. Réttarríkið ótrúlega einfalt fyrirbæri og það næstu hægt að orða það í einni setningu. Að við störfum samkvæmt lögum, ríkið rekið á grundvelli löggjafar sem okkur skýr og að það gilda sömu reglur allt fólk. Þetta ekkert flókið. Og þetta spratt ekki bara út frá einhverju hugsjón og einhverju mannúð, einhverju aktivista sem að náðu völdum inn eftir seinni heimsstyrjöldina. Þetta bara það sem við erum búin að finna út. Að tryggir frið, skapar frið, kemur í veg fyrir átök, kemur í veg fyrir ofbeldi. Allt sem við viljum öll. Við viljum öll búa í samfélagi þar sem að við getum bara farið í vinnuna. Börnin okkar fara í skólan, öllum líður vel, enginn að beita neitt ofbeldi. Þetta það sem við viljum öll. Og þetta leiðin að því. Leiðin að því ekki að útskúfa einhverju fólki sem okkur finnst óæskilegt eða vont og að flokka fólk eða ákveða það að einhver sé í eðlísinu ræðileg manneskja því að hann einhvern veginn alveg uppbyggstur annar staðar eða einhver mjög trúbrögum. Við erum öll nákvæmlega eins. Hugmyndir okkar ekki alveg nákvæmlega eins. Augljóslega ekki. Ég get alveg sagt þér það að hugmyndir mínar og Bjarna Benir eru ólíkari heldur en mínar og sumra vina mínu sem eru frá Palestínu, skilurðu. Þetta ekki þannig að það sé eitthvað allir frá þessum löndum eru íslamistar, það bara ekki þannig. Samt talað þannig. Og fólk segir, já þetta bara staðrend, eins og þú múr að tala núna að halda einhverja ræður sem að þú lýsir yfir einhverju staðrendum og staðrendum sem ekkert staðrendir, sem bara þín trú eða afstaða eða svona eitthvað, jafnvel bara eitthvað bull sem á internetinu. Að sko, við erum öll eins. Fólk allt eins, nákvæmlega sama hvar það fæðist. Það sem að, og við vitum rosalega mikið það, hvað veldur því að við beitum ofbeldi, hvað veldur því að við hugsum að einn hátt frekar en annan. Við vitum svo miklu betur, við vitum miklu meira heldur en við látum vera. Og þessi krafa sem einhvern veginn eins og segir, það bara einhvern veginn að það bara taka burtu, svona einhvern veginn að fjarlægja úr samfélaginu fólk sem að bara við viljum ekki að sé þar. Við erum með kerfi til þess, við erum með fangelsiskerfi. Hér áður fyrr, skilur við þá þótti eðlilegt að taka fólk sem var með geðsjúkdóma bara út úr samfélaginu, viljum ekki sjá það. Þessi umræð, hún hefur alltaf verið til, hún sem betur fyrr, oftast bara í dvala. Nú bara búið espa upp svo mikinn ótta og það búið espan upp. Hann ekki orðin til út af einhverjum staðrindum. Hann orðin til út af brjálæðislegri augljóslegum breytingum á sínu nærumhverfi. Fyrst og fremst vegna umræðinnar. Breytingarnar snúast fyrst og fremst, stemningun sem búið að skapa þessa sundrung og þennan, ég ætla bara að lega mér að segja, glundroða sem búið að búa til, hann heimatilbúinn. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Poulsen.is. Láttu græða rúðuna strax í dag. Já, ég var að tala við Kolbeinn H. Stefánsson rétt áður en þú kom sem kennari við HÍ og þar vorum við að ræða þetta hvort að pólitísk eftirspurn væri út af svona sköpunargáfu stjórnmálamanna eða hvort að væri út af því að fólk væri með viðhorf gagnvart einhverju tilteknum sjónarmiðum sem að þyrfti að grípa inn í. Það hefur til dæmis verið alveg skoðað, til dæmis eins og í Bretlandi, ég veit ekki hvort það hafi verið skoðað hér, en þá var árið 2015 og vildi 77% að Bretar myndi ekki taka á móti einum einasta múslima í viðbót. Það tölfræðileg staðreynd. Þú fórst með fleipur áðan að mínum mati þegar þú fórst að tala mannréttindi og frelsi fólks. Þar sem þú steyptir í saman að við erum með löggjafa sem á að tryggja það að fólk hafi frelsi til þess að koma og vera. Réttindi þeirra sem að fyrir eru og þeirra sem að koma eru öðruvísi allstaðar í heiminum og það löggjafinn sem að setur fram þær hugmyndir. Það ekki frelsi fólks að geta búið við sömu mannréttindi og allir aðrir innan hvers mengis. Ég get ekki farið til Tæland og gert ráð fyrir því að vera komið fram við mig eins og tælendingur út af því að ég get ekki búist við því að til dæmis ef ég þarf að hjálpa að halda að kerfi grípi mig eins og þau myndi grípa hefðbundinn tælending. Sama á náttúrulega við hérna þar sem erlendir aðilar get ekki búist við sömu þjónustu og sömu bara sömu hlutum eins og þeir sem að fyrir voru og ástæðan einfaldlega svo að það ákveðin markaðsbrestur í því ef hver sem getur komið og sótt bætur og fleira að þá náttúrulega verður kerfið ósjálfbært eins og að gerast núna eins og í háskólaveitingum. Ég held bara, eins og ég sagði áðan, því að þú dregur línuna svo rosalega ofarlega í því hvar þú myndir setja einhvers konar línu
ég veit ekki eins og hvort að svo lína sér fyrir hendi og ástæðan fyrir ég nefni þetta bara út af því að það þú veist, ég held að fólk sé svolítið búið að gefast upp á þessum málflutning og ég held að sé ekkert endilega gott en viðhorf fólks er búin að breyta svo rosalega mikið. Gefast upp á hvaða málflutningi? Á þínum málflutningi. Sem hver? Bara að Mannréttindi? Já, eða þú veist hugmynd þín að mannréttindi. Lýðræði? Nei. Hugmynd mínum mannréttindi, ég er lögfræðingur Þórarinn. Ekki gera þetta svona auðvelt, Ardís. Gera mér þetta auðvelt. Þú er bara búið til einhverja vitleysu hérna. Nei. Mannréttindi eru lagalegt hugtak, ég er lögfræðingur, þetta er ekkert eitthvað mín mannréttindi, ég er bara... Ég er að tala almenningsumræðu, ég er ekki að tala, þú segir bara... Við erum að tala sig og tuttin, ég er að tala lögfræði, ég veit ekki hvað þú ert að segja að þína skoðanir séu bara mannréttindi og þar alveg endar ég á móti mannréttindum. Þetta er mjög gott trikk. Alls ekki. En þú ert samt sammála mér þar að umræðan hefur breyst töluvert mikið. Mjög mikið. Fólk hefur fjarlægst þessu málflutning þar að leiðandi. Hvaða málflutningi? Að vegum að hafa mannréttindi hérna? Nei. Það er málflutningurinn. Það er ekki bara málflutningurinn. Málflutningurinn er líka að það séu ákveðin, sko, út af því að við höfum skapað hérna samfélag sem að er töluvert meira öðruvísi heldur en samfélag sem að gengur og gerist ef við tökum bara Afganistan. Ástæðan fyrir því er fólki sem að hér er. Ástæðan fyrir því er að við erum með hugmyndir hérna, ég held það, hver heldur að sé ástæðan fyrir því að hlutinni séu betri hér heldur en bara annar staðar? Það eru alveg gífurlega flókin umræða, það tengist, sko, það tengist staðsetningu, það tengist sko, heimspólitík, það tengist sögu, það tengist sko, okkar framkomu, það tengist bara, það er bara gríðlega flókin spurning. Já. Og við vitum í sjálfu sér mjög mikið. Heldur það ekkert að gera með reynslusbyggi þess hvernig við höfum verið að byggja okkar samfélag? Heldur það sé ekkert þú veist það talað hérna í spillingafræðum þá er hérna Getting to Denmark þar sem að talað það hvað þurfa að vera fyrir hendi til þess að koma á keimlíku stjórnarfari eins og er í Danmörku, þetta hefur verið reynt í Afríku, þetta hefur verið reynt víðar en aftur á móti að þá getur ekki bara tekið stjórnarskrá og sagt hérna, heyrðu, nú ætlum við að fara eftir þessum hérna ramma í dag. Það þarf að vera ákveðin svona lýðræðislegur grundvöllur sem að byggir á því að fólk lúti þeim gildum, þeim viðmiðum og þeim lögum til þess að það fari farsælega. Akkurat, þannig að við ættum kannski bara að byrja að gera það. Já, nei, en það var góð byrjun. Það er ekki fyrir hendi í þessum hinum ríkjum. Þannig að þegar við, ef ég til mér væri að tala hérna Indland er allt öðruvísi og ég elska Indland. Það er aftur á móti mjög varhugaverð sjónarmiðar varðar alls konar hluti sem ég tel að séu slæmir. Og eru það allir Indverjar slæmir? Nei, en aftur á móti ef við myndum taka móti 2 milljónum Indverja þá myndum við breytast í Indland. Við værum ekki bara Ísland út af því að Ísland er hér. Taka móti, hvað meinar þú? Ef það myndi bara flytjast 2 milljónir Indverja til Íslands og segjum bara þessi húsnæði fyrir þá að þá væru við ekkert Ísland lengur. En ef landamærin væri opinn og þau eru opinn og eru bara galopinn á síðustu árin, akkur eru við ekki með 2 milljónir Indverja hérna? Við erum að tala í því og rettikal. 2 milljónir, milljarðir sem býr þarna, það væri nú örugglega talsvert mikið meira. Já, þau hefðu áhuga á því að koma hingað. Það myndi ekki taka eftir í þó að 2 milljónir myndi að fara. En þú skilur hvað ég meina, er að á Indlandi þá eru öðruvísi sjónarmið og við getum ekkert sagt hérna, já, strax og þeir koma yfir landamærin, ég tala um þetta þætti í gær, er að við erum ótrúlega dugleg að tala það hvers konar lífskjör konur þurfa að búa við í Afganistan. En svo aftur á móti, ef að fólk flyst til Íslands, að þá er það orðin rasismi að gagnrýna þessi sjónarmið hér. Stórkostlega sérkennileg hugmynd. Þau svolítið eftir samhenginu. Þú ert svolítið að búti strámenn hérna. Þú ert svolítið að mótmæla einhverju til dæmis í mínu máli sem ég hef aldrei sagt. Það er eitt sem að mér langar reyndar að grípa það því þetta var fín spurning hjá þér og það hafði ekki spurninga var eitthvað svona röð fullyrðinga sem að ég ætla að lesa þannig að þú telur minn málflutning sem að eru mín mannréttindi og alltaf snúast einhvern veginn að hér hefur opið landamæri og það er allir að geta flutta anga sem sýnist og eitthvað svona. Ég bara bið fólk að kryfja allan minn málflutning bara frá upphafi og hvað hann snýst. Það er svolítið búið að ákveða það að maður sé að segja eitthvað allt annað en maður er að segja. Það eina sem að ég gerir kröfum og hérna, ég veit ekki, þú kallar mig lobbyista, ég er nú ekki alveg vissum að ég sé það í þessu samhengi, sko, ég á einhverju leyti reyna að hafa áhrif á Þú ert aktivisti í þessu, það ekki? Nei, hvað er aktivisti? Aktivisti náttúrulega, sko, er einstaklingur sem að, sko, aktivismi er að nota athafnir, aðgerðir til þess að ná einhverjum árangri. Ég er ekki mikið í því. Mér finnst, ég held að aktivistar séu mikilvægir í mjög mörgum málaflokkum.
ég hef valið mér annað hlutverk vegna þess að það bara við gegnum öll ákveðnum hlutverkum í því að búa til betra samfélag. Ég starfa sem lögfræðingur, mér finnst lögfræði skemmtileg, ég hef trú á henni, ég hef trú á mannréttindum, bara eiginlega beinlínis mín trúarbrögð, humanismin í rauninni ekkert annað en það með að fæðast inn í heim þá eigum við ákveðin grundvallar mannréttindi. Það er alveg rétt hjá þér að það er ekki mannréttindi samkvæmt lögum og það eru mannréttindi sem ég er að tala fyrir, ekkert einhver mín spes mannréttindi, bara eins og þeir eru lögum og hafa verið túlkuð, að flytjast á milli landa og geta flutti hvaða land þú vilt. En það er heldur enginn að tala um það. Þannig að það er oft verið að svara einhverju svona sem enginn hefur sagt. Og það náttúrulega bara kalla strámaður. Þú býr til úr einhverjum hálmstráum, einhverja fíguru og ert að ráðast á hana eða mótmæla henni, en hún er ekki til. Það eina, eins og ég segi, og ég ætla að endurtaka aftur, fyrir svo ægileg töðunar að það eina sem ég er að tala fyrir, og ég get algjörlega sett línuna þar með góðri samvisku, mér finnst að það ég að gilda sömu reglur allt fólk. Og þá er ég að tala um grundvallarreglunir, þá er ég að tala um mannréttindi, af því það dugir alveg til, af því að svo náttúrulega eru ýmsar reglur sem að, þú veist, gildaði mig að því að ég er húseigandi en ekki með einhvern annan skilur, þú veist, bara eftir aðstæðum og annað slíkt. En að þessi grundvallar mannréttindi, þau gildum okkur öll. Það er mjög ríkjandi misskilningur í þessum málum, varandi fólk á flótta. Og hann er sá að þessir einstaklingar hafi sömu möguleika á við til þess að vera eitthvað starf annars staðar. Og ég held til dæmis að þessi nýju ákvæði í lögum séu sett svolítið á þeim grundvelli án þess að taka tilliti þess að það er ekki í samræmi við raunveruleikann. Við höfum ekki öll sama möguleika á að fara þangað sem okkur sýnist. Og þannig erum við oft með einstaklinga sem að hafa fáa kosti jafnvel enga. Komast til dæmis til Íslands eða eitthvað annað. Það er öll lönd að díla við þetta. Við erum ekkert eitthvað eininnar, ekkert bara flóttafólk að koma til Íslands. Það er allir að taka handbremsun á þessu líka. Og þorri fólks sem er á flótta er í nágrannaríkjum. Það er alltaf verið að segja, okay, bara aðstöðu í nágrannaríkjum. Það er nákvæmlega það sem er verið að gera. Það er bara nákvæmlega það sem er verið að gera. Brot kemst lengra og eða vill fara lengra. Það er oft fólk sem er betur í stakk búið til þess að aðlagast nýjum aðstæðum heldur en fólki sem kýs að vera á sínu heimasvæði. Þetta er eitt sem við tökum til dæmis ekki tillit til. Það einhver skuli bara á annar borð álfast hinga einhvert norður í haf í þessa veðráttu, í þessar aðstæður, í þetta einslita samfélag. Þetta er ótrúlega ævintýragirni. Þetta sýnir í rauninu ótrúlega seglu sem er eitthvað sem ég held að við ættum að umfaðma og taka vel á móti fólki frekar en að líta á það sem eitthvað tortryggilegt. En það sem þessi misskilningur sem er einhvern veginn undirliggjandi í þeim málflutningi að við hefum bara að vísa þessu fólki í landi, bara flytja allt fólk úr landi. Það er að það sé öruggt einhvers staðar annars staðar. Bara þá sem er að brjóta af sér. Já, en það er gengið út frá þessi örugg einhvers staðar annars staðar. Hlaðvarp er í samstarfi við heitirpottar.is. Hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú er jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. En það er eins og ég hef ítrekkað sagt, ef þú eru örugg einhvers staðar annars staðar, í heimaríki eða öðru ríki þar sem þau hafa heimild til komudvalar, þá er hægt að flytja þau þangað. Þannig að það er ekki vandamálið. Vandamálið skapast þegar það er ekki öruggt í móttökuríkinu. Þá má ekki flytja það. Þessa reglu vill fólk afnema. Og þá erum við bara farin að tala um það að það eigi ekki allir sama rétt til lífs. Við erum ekki að tala um það að allir eigi að hafa rétt á því að fá húsaleigubætur, skilur við, þú veist. Við erum ekki að tala um það að það er rétt á því að flytja til hvaða landa sem þið sýnist. Heldur bara það hefur réttin til lífs, að það eigi megi ekki og það er nótabene grundvallar prinsip í þjóðarétti sem gildir óháð því hvort þú hefur samþykkt einhverja samninga eða ekki, það má ekki senda fólk þangað sem að það líf þess að frels er í hættu. Þegar að stjórnmálamenn eða aðrir er að tala fyrir því að við afnemum þessu reglu, þá erum við beinlínis að tala um það að við segjum okkur úr samfélagi þjóðana. Kannski er einhverjir bara rosa spenntir fyrir því,
Ísland verði hérna bara fullkomlega einangra gagnvart heiminum og við getum verið öll hérna hvít og eitthvað og bara rosa góðum friði og ég veit ekki hvað fólk sér fyrir sig, þetta svona svo hérna Make America Great Again. When was America great? Skilur við, hvað að tala um? Að tala um þegar það var þrælandi, þegar konurnar voru allar heima, hvað að tala um? Þú veist, var það great fyrir alla? Ég veit ekki alveg hver framtíðarsýn fólks en ég held þetta byggist á ótta, ég held að sé alveg hægt að tala um þetta án þess að fara í einhvern veginn þessar skotgrafir. Þetta byggist á ótta sem er mjög miklu lítið tilbúin. Ég ekki ein af þeim sem að vil meina að stjórnmálamenn noti þetta rosalega mikið í taktískum tilgangi. Ég held að það sé oft þannig eða einhverjum tilvikum. Ég held frekar að þeir séu bara sjálfur hræddir. Ég held að, sko, að því að stjórnmálamenn eru bara fólk. Stjórnmálafólk bara fólk. Það hefur sinn reynslu heim sem getur verið mjög þröngur. Það hefur kannski aldrei talað við palestínumann, veit kannski ekki einu sinni hvað tungumálu tala. Og eru hrædd. Við erum hrædd við það sem okkur ókunnugt. Við erum hrædd við það sem við skiljum ekki. Og hver er lausnin á því? Hún ekki að passa við þurfum aldrei að koma nálægt þeim eða passa þau sé ykkur annars staðar. Hún að læra. Ég held að sé bara út af því að fólk að horfa á það, við erum að horfa á stunguárásir, við erum að horfa á riffla, við erum að horfa á ráðast á blaðamenn, við erum að horfa á nauðganir á Reykjanesbrautinni. En hver ástæðan fyrir þessu? Það ekki að því að koma fólk hérna. Það vegna þess að það að aukast ofbeldi í samfélaginu. En þetta frá fólki sem að hefur verið, jú. Þetta frá Íslendingum líka. Íslendingar, allt fólk, það ofbeldi að aukast í samfélaginu af hálfu allra, af hálfu barnanna okkar, tölfræðilega líka. Það ekki í samræmi eins og hefur verið tekið saman í Danmörku þar sem hefur verið... Og þú heldur að það tengist upprunni og eðla fólk sem ekki í þeim aðstæðum sem hefur sett í? Nei, ég held að tengist, ég nefnilega sko, það eitt mjög merkilegt í þessu sem að ég hef reynda verið að pæla í, sem að nú erum við með bara svona tölfræði sem að hnígur augljóslega því að tölfræðin mismunandi með mismunandi hópa og ég hef sagt það eins gott að við tölum þetta sem menningarlegt fyrirbæri. Út af því að ef við gerum það ekki þá bara eitt eftir og það erfðafræðilegt. Það mjög mikilvægt í afbrotatíðinni. Já. Þú heldur að sé annað hvort menningarlegt eða erfðafræðilegt? Nei, það menningarlegt. Ég tel ekki að það sé erfðafræðilegt. Þú telur ekki sé neitt annað en annað hvort að þessu tönnu? Hvað heldur þú að sé? Ofbeldi. Það snýst ekki hvað ég held að sé. Við bara vitum mjög mikið það hvers vegna fólk beitir ofbeldi og hvað hægt að gera til þess að koma í veg fyrir það að fólk beiti ofbeldi. Við erum bara heilu fræðigreinarnir það sem hafa vaxið mikið á undanförnum árum. Alls konar félagsvísindi og sálfræði og alls annað sem að segja okkur það. Og það það sem við eigum að vinna með. Það sé að menningarlegt og menningarárekstrar? Nei. Nú? Þetta aðstæður. Það sem að Íslendingar beita ofbeldi líka. Það okkar menning? Íslendingar drepa. Það okkar menning? Nei, það ekki sama tölfræðin yfir þetta. Það það sem ég að pæla. Tölfræðin segir okkur ekki að það snúist menninguna. Jú. Akkur drepa á Íslendingar ef það ekki menningunni? Sem nauðganir eru tíðari á Indlandi og það út af því að það mjög svona vond heiðursmenning sem að geri það verkum að sá sem að fremur glæpinn ólíklegri til þess að þurfa að takast á við einhvers konar viðurlög við því. Það menningi sem gildir þar. Nákvæmlega. En það þýðir ekki að fólki sé, menning hvað menning annað en fólki sem að við hefur þá menningu? Heilmargt. Menning skapast náttúrulega bara mjög mörgum. Það ekki umhverfi sem að veldur því að Indverjar taka svona á heiðurstengdum málum heldur en Íslendingar. Það sé eðlið þeirra. Nei, það menningin sem hefur verið sköpuð. Já, heldur þá að allir Indverjar séu á því að það sé í lagi nauðga? Nei, en fleiri heldur en á Íslandi. Sko, þú ert með til dæmis þú ert með samfélagana. Það verður til samfélagslegar aðstæður sem að skapa einhverja menningu. Já. Það ekki þannig að það aðstæður, það samfélag, svo menning yfirfærist með því að fólk fari eitthvað annað. Það líklegra heldur en hjá þeim sem að fyrir voru. Það líklegra að ef það kemur 500 Indverjar hingað til lands að þeir myndu hafa sömu skoðanir og samlandar þeirra heldur en Íslendingar út af því að þeir fóru yfir landamærin. Hvernig bregðumst við því ef við sjáum þessa menningu á Íslandi? Hjá Íslendingum? Já, Íslendingum. Já. Að þá tökustu á það. Hvernig? Já, með viðurlögum að öðru. Með viðurlögum? Já, ok, þú heldur það sé besta leiðin. Já, til að takast á við nauðganir, já. Heldur það? Já, ok. Viðurlög, ertu ósammála því? Fullkomlega ósammála því. Hvernig þú takast á við það? Það þarf að talandi menningu, nauðgunar menningu. Það að það sé samfélagslega viðurkennt, að það sé
þú geti gert það án afleiðinga, það sé, sko, ég man eftir ég horfði á Tínu Turner myndina, ég held ég að vera 11 ára gömul með pappa, og þar, sem sagt, hún og Ike Turner, hann beitir hennar miklu ofbeldi og á einum tímapunkti þá nauðgar hann henni og hún segir, þú nauðgaði mér, ég að horfa á svo mynd 11 ára gömul og ég hugsaði hann getur ekki nauðgað henni, hún er eiginkonan hans. Hvaðan kom þessi hugmynd í hugana mér, 11 ára gamalli á Íslandi? Þarna hafði ég ekki einu sinni farið til Danmörkur. Ég hafði reynda farið til Benidorm þegar ég var 6 ára. Hvaðan kom þessi hugsun? Þessi hugsun er hérna líka. Við erum með þessa menningu. Hvernig tökust við á við hana, með því að tala um hana, með því að breyta henni, með því að breyta menningunni. Við getum refsað öllum og það þú veist, við getum haldið fram að gera það. Það bara við vitum það að refsing er ekkert rosalega góð leið til þess að stýra hegðun fólks. Hún virkar ákveðnu marki, ákveðnu tilvikum og annað, en þú veist, ég gengi ekki að lemja mann og annan, það er ekkert að því að ég er svo hræddur að fara í fangelsi. Nei, skilurðu? Refsingar er ekkert eina leiðin til þess að... Já, en þegar við erum að tala um stærri hópa sem koma í stórum, á stuttum tíma, stóru hópar stuttum tíma, eins og Robert Putnam og Paul Collier hafa fjallað að þá eykur það samfélagslega tortryggni og það er alveg sama hvort okkur mislíkar það sem er búið að gerast þér. Já, það er nákvæmlega það sem er búið að gerast þér. Hvernig leysum við það? Með samtali, með fræðslu, með inngildingu. Já, mögulega, en við getum ekki bara tekist á við það með því að segja við fólk, þú veist, þetta snýst alltaf það að hérna búa Íslendingar og við erum að taka á móti hópum sem er mjög frábrugðum menningarheimum. Fólk eins og þú kemur og segir, heyrðu, það er ekkert máli við gerum þetta því að við þurfum bara að taka aukið samtal og svo einhvern veginn koma mjög mikli hnökrar í þetta og verður mjög mikli menningarárekstrar og þá ert þú bara áfram með það hérna, já, nei, þetta er ekkert mál því að við þurfum bara að auka samtalið og við þurfum að taka á móti fleirum. En fólk hugsa bara með sér, ef við tökum á móti fleirum... Og við þurfum að taka á móti fleirum? Já, bara... Hvenær hefur einhver sagt þetta? Ok, býttu aðeins. Þú ert alltaf búið til strámenn hérna. Nei, Ardís. Ég veit ekki við hvernig þú tala. Það er ekki ég. Ok, en ég held bara að fólk sem beri hérna ákveðna tortryggni gagnvart þessum málflutning út af því að þetta hefur gengið illa. Hvað málflutningi? Og það er að gilda sömu reglur? Nei, að það sé ekkert mál og já, ég hef aldrei sagt þetta sé ekki mál. Fólk er mjög ósammála því að það er að gilda sömu reglur fyrir okkur og eins og fyrir aðra. Ég er að tala um mannréttindi. Já, ég veit það. Ég veit það, og það er ágjöfni. Þú getur ekki bara alltaf sagt að ég er hérna að tala fyrir mannréttindum og þau verður ósammála á móti mannréttindum. Það er ekki heilvanlegt. Það er bara nákvæmlega það sem gerist. Ef ég er að tala fyrir mannréttindum og þú ert ósammála, þá ertu ósammála mannréttindum. Ég skil ekki hvernig það er ekki rökrétt. Þú ert bara að segja að skilgreiningin á mannréttindum sé að fólk fái bara að flytja til þess land sem það vill. Nei, aldrei sagt það. Víst, þú sagði það. Fólk ekki hér hérna staðar, nei, alls ekki. Ég sverða, ég replaya það. Þú ert með upptöku hérna. Já, ég er með upptöku, þú ert á upptöku. Það er bara, ég er ekkert að tala fyrir einhverjum mínum skoðunum á mannréttindum. Við erum að tala um bara mannréttindir sem er lög, þetta er bara löggjöf. Það eru mismunandi lög í mismunandi löndum fyrir mismunandi hópa. Mannréttindi eru ekki bara öll löggjöfin okkar. Mannréttindi eru ákveðin grundvallar mannréttindi, tjáningafrelsi, trúar og lífskoðanir, rétturinn til, þú veist, skoðana og hugsana skoðana og trúfrelsi, rétturinn til lífs, bann við pyndingum. Það má ekki frelsissviptaði nema með lögum. Þetta eru bara skilgreind atriði sem eru grundvallar mannréttindi. Ég er eingöngu að tala fyrir því að þau mannréttindi gildi allt fólk og höfðbruna, bara eins og það er ekkert eitthvað mín skoðun og eitthvað. Að kaupa eða selja húsnæði er ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið. Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því er það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast er við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu er staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. En ertu ekki saman með, þetta er búið að breyta svo ótrúlega hratt og þú ert búin að vera hjá Mari Lilju og víðar að ræða það að Rauði krossinn og þú persónulega náttúrulega hefur miklar áhyggjur af því hvert við erum að fara. Við erum rétt svo... Eins og allir aðrir Íslendingar held ég. Ég held ekki. Ég held að allir. En ég held aftur á móti að við erum rétt byrjað að sjá glitta í ísjakan sem er á leiðinni
og það mun af því hvernig það verður tekist á við þetta Já. út af alþjóðlegum hreyfingum og viðhorfum fólks. Og hvert heldur við stefnum? Hvar heldur þetta endi? Hælisleitendakerfinu verður lokað. Það skiptir Hvað engum þýðir máli. Hvað það kemur einhver inn á landamærunum? Já, það er ekki hægt að sækja um hæli á gott Íslandi. dæmi. Ok, það er ekki hægt að sækja um hæli á Íslandi. Og hvað gerum við þá? Hvað gerum við enn einstakling? Hann verður bara að fara sömulega hann kom. Og Ef hann ætlar að sækja um ef dvalarleyfi. hann segjum hann sé bara frá Gaza, senda hann beint aftur á Það er Gaza. ekkert beint flug frá Gaza. Nákvæmlega, hvað ætlar að gera? Senda hann sömulega flugulega hann kom. Til landsins þar sem hann kom, en ef hann hefur enga heimildi koma út dvalar þar, hvað ætlar að gera? Hann er ekkert verið að dvelja, hann bara verður að takast á við aðstæður þar. Sko, þú getur ekki sett bara einstakling. Ég er ekki að segja það sem ég vil. Ég er að segja að þetta verður svona. Já, ég er að spyrja þig, Já. hvernig heldur það, því nú erum við, sko, Ísland er ekki eitt í heiminum. Stundum langar mig að spyrja, mjög langar að skrifa grein sem er bara, hvað heldur Ísland að það sé? Vegna þess að öll ríki stjórna sínum landamærum og eins og þarna. Þarna er mjög gott dæmi. Einstaklingur kemur, segjum frá Gaza. Tökum Gaza sem dæmi, ágætist dæmi núna sem er bara gjörsamlega verið að rústa öllu og nokkuð ljóst að þar er bara fólk í lífshættu. Og við kemur til Ísland, segjum hann fljúi, ég er ekki sem að sé beint fljúi frá Egyptalandi, segjum hann fljúi gegnum Egyptaland, Gæti farið í Heathrow. gegnum segjum Þýskaland og komið svo til Íslands. Á hvaða forsendum ætlar Ísland að dömpa honum aftur til Þýskalands? Þýskaland segir bara ég á ekki hennar borgara. Þessi einstaklingur er enga heimildi koma út alveg hér. Akkur á ég að taka við honum. Það er bara móttökubúðir. Hvar? Ná, Keflavíkurflugvelli. Þannig að við ætlum bara að byggja Sem að verður líka gert. og við ætlum að, ok, segjum að bara við ætlum að loka hæliskerfinu hérna og það bara allir sem koma og sækja um hæli bara fara bara einhverja búðir og fá ekki að fara neitt. Já. Og hvað, við þurfum að halda þeim uppi, þau má ekki vinna. Viljum við verja peningunum okkur í þetta? Nei, ég held að bara fólki verður snúið við ef það er ekki búið, ég held að til dæmis En það er ekki hægt að snúa við. Sko, ég talaði við Guðrún Hafsteinsdóttur fyrir 2 árum held ég núna og þar sá ég einmitt plastaðar vélar og þar var búið að taka fingrafara skanna og ég sagði, já, heyrðu, ég þekki þessa vélar út af því ég bjóði í Bandaríkjunum sínum tíma. Þetta eru sömu vélar að notaðar þar. Eða voru notaðar þar alltaf, ég veit ekki hvað er notað þetta. Og ég sá bara, heyrðu, ok, þetta er breyting núna. Og ég geri mig grein fyrir því að þessar vélar er að fara að verða notaðar í auknum mæli og ég held að verði líka tekið upp að þú þurfir að sækja leyfi til komu, svona eins og ESTA í Bandaríkjunum og ég held að það sé reyndar á leiðinni innan Evrópusambandsins. Þetta er ekkert að halda þetta yfir opinbert í mörg ár. Já, en þannig verður tekist á við þennan, þannig að þú veist, þessi maður eða einstaklingur er aldrei að fara að koma til landsins undir þessu formerkjum. Þannig að þú veist, ég er ekkert að segja endilega eitthvað, hvað vilt þú að gerist hérna? Ég er bara að segja, það skiptir engum máli hvernig við ræðum þetta út af því að fólk er einfaldlega komið á miklu verri stað frá þínum bæður séð heldur en að við gerum okkur grein fyrir og þá er ég bara að tala almenning sem er ekkert að tjá sig netinu, ekkert að pæla neinu, bara að lesa fréttir þetta og segja, nei, ég ætla að kjósa þann flokk sem að verða með mesta harðalínu í þessu og þá er ég ekki að tala um að þetta sé eitthvað allir. Og hvar er mörkin þar? Hversu hörg getur línan orðið? Hversu illa getum við komið fram við fólk? Nú hefur sagan sýnt okkur hversu illa við getum komið fram við fólk. Erum við að tala um það? Er það sem við viljum? Það er svona eins og ég segi, ég er búin að vera að tala fyrir því að kæla þessa umræðu með því að bara þeir sem að brjóta af sér, þurfa að fara á landi og engin... Ég skelfa því að svo kalt. Já, ég veit að það er ótrúlega kalt. Þú skelfir ekki að reiði. Nei, ég er ekki en og tökum bætunar. Það er ekki hægt að sækja bætun nema þú sért íslenskur ríkisborgari. Og hvað gerist þá? Hvað verður en við komandi? Það verður það er bara guð og gatturinn. Og hvað þá? Bara heiðin bara fulla líkum. Nei. Hvað er að tala um? Skilur hvað? Þú nefndir þú veist Þórey, það er engin enda hugsun í þessu. Enda hugsun, þá getur bara sömu vel og þú komst og svo verður bara að díla við þinn veruleika. Ég ætla að leyfa mér að nota eitt orð hérna. Hver er loka lausnin? Final solution. Nei. Sko, Hver er loka lausnin? Hver er framtíðarsýnin hjá fólki sem vill þetta? Tala fyrir þessu. Ég skal að gefa það svolítið. Að gefa það svolítið. Já. Við erum nærði núna heldur en við vorum fyrir ekki svo lengur. Nær hverju? Loka lausninni. Já, þannig stemming. Já, ég skal alveg gefa það. Við erum nær þeirri. En þetta er allt þetta, öll þessi viðhorf, allar þessar aðgerðir sem ganga út af það að útskúfa meira og meira, aðgreina meira og meira, dæma meira og meira, leiður okkur í þá átt. Er það áttin sem við viljum fara? Það er ekki áttin
í leiðin að, það er ekki leiðin í áttin að betra samfélagi, að friði, minna ofbeldi. Það er ekki áttin að samfélaginu sem við viljum búa í. Við viljum ekki búa í þeim samfélagum sem við höfum hort upp á hrynja á síðustu áratugum og árhundruðum vegna þess að þetta fór í þess átt. Þetta hefur aldrei gefist vel. Nefndum eitt ríki þar sem að þessi stefna hefur gefist vel. Og ekki enda með óskupum. Nefndum eitt dæmi. Já, ég hérna... En nefndum dæmi þar sem að það hefur gefist vel að tryggja öllum grundvallarréttindi að... Danmörk. Já. Danmörk tók í handbremsuna á þessu. Þeir nennaði þessu ekki neitt. Og það eru samt ekki bara eitthvað að loka landamærunum og eitthvað. Nei, en þeir eru allavega með hælisveitingar, hælisleifisveitingar, þá er þetta töluvert skárra. Sko ég hef mjög mikinn áhuga á því að kæla þessum umræðum. Tala leyfi þau eru en þá verða þau grundvallarréttindi og er ekkert að víkja frá því svo ég veit til, sko. Ég er með fólk í hnefalegum sem er frá Miðausturlöndum og ég hef hugsað alltaf, og ég er líka að vinna með strák sem er Miðausturlöndum og hlera, hann segir einmitt að miklu meiri rasismi í dag. Hann var kallaður nigger í röð á skemmtistæðum daginn og ég var bara svona, wow, það myndi eða ekki gerst þegar ég var dyrraður. En sko, ég hef mjög mikið áhuga á því að kæla þessu umræðu. Og sko þegar... Samt ertu bara að spanna upp og fóðranna. Finnst þið það? Algjörlega. Já, ok. Ræðan svo ég helst hérna á hann það þetta fólk væri ekki aðlast og væri bara glæpamenn og þessi menning. Já, þá var ég að tala almennt viðhorf fólks. Væri En þú ert að fóðra þetta með því að tala svona. Finnst þér ég verið að fóðra þetta með því að fá því hingað samt og reyna, út af því að sko ég hef áhuga á því að kæla þessu umræðu. Og þú getur sagt já, en þú ert bara að hluta vandamálinu og það er alltaf lægt. En mér finnst aftur á móti bara þegar við erum að tala um þessi mál og ég talaði við Uglu Stefáni daginn og mér finnst hún mjög skemmtileg. Ég var að mynda að segja við hana að í þessum umræðum transfólk að þá væri það líka samt svolítið vandinn að öll transumræðan er svona, þú veist, biluðustu einstaklingunum er líka einhvern veginn, þú veist, að tala um bara já, nei, ég bara skilgreini mig sem konu og ég get takið þátt í íþróttaviðburð. Og þá segir bara transsamfélag, já, við berjumst fyrir því líka. Og er alltaf að hlekkja á sig svona viðbótar akkeri til þess að draga. Og þegar að þú ert að tala fyrir mannréttindum þessa fólks, að þá, þegar að þú dregur línunum sandinn ekki einu sinni þar sem að við erum að tala um Korani sem er bara allræmdur fyrir það að vera bara svona bara ílskan uppmáluð eða einhver ISIS aðili eða einhver ISIS aðili á Akureyri að þá segir þú bara já, ég tek ykkur líka, við erum að fara já, ég vil líka þeir hafa mannréttindi já, ég vil það en þú skilur samt punktið minn, fattar ég já, en hann er rosalega hættulegur þessi árdræði þetta í rauninni þessi hugmynd snýstum að við njótum ekki öll mannréttinda og við vitum bara hvert það leiðir okkur og við viljum ekki fara þangað og það er eina krafan mín og minna okkar sem erum megin, það er krafan svo að við njótum öll sömu mannréttinda. Hún er ekkert meira en það. Að kaupa og skipta dekk hefur aldrei verið einfaldara. Drífa.is er í samstarfi við fjölda dekkjaverkstæða og er alhliða lausn þar sem að þú getur flett upp þínum bíl með því að skrá inn bílnúmerið og keypt dekk í þeim verðflokki sem að hentar þínum bíl best. Nú ef þú ert í vafa dekkjastærðir þá getur þú einnig tekið mynd af dekkjunum þar sem að vefþjónustan staðfestir þetta allt við þig. Þetta kann að hljóma of einfalt til að vera satt en svona er þetta nú samt. Einnig er boðið upp á sérþjónustu þar sem að dekkjabíllinn kemur upp á dyrum, umfelgar, skiptir dekk og hann jafnvægir stilltur á staðnum. Eins og ég segi þá hefur þetta aldrei verið einfaldara og nú er tíminn eins og við vitum öll. Skelltu þér inn á drífa.is og fundu bestu dekkjaþjónustuna sem hentar þér. Og það sem er verið að gera er, sko til dæmis bara með þessa löggjöf sem er verið að fara í gang með núna. Sko það er hægt að gera margt af þessu. Ef fólk vill að pólitískum ástæðum fara einhverja leið, til dæmis afnema 18 mánaða regluna eða eitthvað annað slíkt, það er hægt að gera það. Það er ekki mannréttindabrot. Hins vegar, það sem er verið að gera, sem eru mannréttindabrot, það er verið að skerða möguleika fólks á að leita rétta síns. Það er verið að svipta allskyns grundvallarréttindum sem að við eigum öll að njóta og viljum öll njóta. Og það sem er alvarlegast við að það sé gert við þennan hóp fólks er að þau hafa svo lítil tæki til þess að bera hönd fyrir höfuð sér. Kerfið okkar í Íslandi er þannig að Alþingi getur alveg innleitt einhverja löggjöf sem að brýtur upp á við stjórnarskrá. Hún getur gert það og hefur gert það. Kerfið okkar virkar þannig að það eru dómstólar sem að skera úr það.
Ég get ekki farið með eitthvað ákvæði, lagaákvæði fyrir dóm nema það sé eitthvað mál, sé einhver aðili og eitthvað svona, sé eitthvað mál og einhver sem eiginlega var að hagsmuna því. Til þess þar lögmann og annað það er svolítið löng leið að því að fá lagaákvæði sem brýtur gegn mannréttindum, þá er tala grundvallar mannréttindum, fá það leiðrétt. Það er það sem við erum að horfa upp á og það er það sem það er það sem ég myndi segja og það sem við og líka við lögmennir, við erum reynda rosalega mikið líka bara út frá okkar fræðum að fara fram á það að löggjöfin sé skilvirk, hún sé skýr, það sé þetta fylgjenni, hún sé fyrirsjáanlega og annað slíkt, það er ekki heldur. Það sem er verið að gera er það að vera að reyna að gera kerfið þannig að við getum bara skipa fólki að fara úr landi ef okkur sýnist sem svo og það á það bara fara. Punktur. Og það er ofsalega vont vegna þess að öll þessi mál eru ólík. Við erum öll einstök, við erum öll fólk. Sumir í hættu, önnur ekki í hættu. Við eigum að hafa rétt á því að bera hönd fyrir höfuð okkar. Við eigum að rétt á því verið ekki frelsissvipt nema á grundvelli löggjafar, nema að það sé nauðsyn til og nema, við höfum þá aðgangað en þá að grundvelli löggjafar. Já, en þessi löggjaf hún er ekki að færa okkur það. Til dæmis í þessu frumvarpi núna þessar fangabúðir fyrir flóttafólk sem er kallað brottfarastöð, ég sé nýjasta orðið. Ég er sammála það, ég þoli ekki þessi nýyrði, bara kallum við það sem þetta er. Nei, það tala vistun sem er þýðinga orðinu detention. Það er ekki vistun. Hvað heitir þetta aftur í Hveragerði, heilsuhæli, kallaði þannig, eða heilsu eitthvað. Er það ekki hælisleitendur sem fara þangað? Nei, já, nákvæmlega. Það er ekki heilsuhælinu. En í því frumvarpi til dæmis, þá er til dæmis, og það er líka annað sem er svo þreytandi í þessari umræðu. Það er alltaf verið að segja að við séum að gera eins og önnur ríki. Við erum ekki að gera það. Við erum alltaf, það er alltaf sagt, svo erum við bara koma upp á okkar eða einstæmi með eitthvað rugl, skilur við. Rauði krossin í öllum Evrópuríkjum, þar sem eru svona búðir, það eru notabenni, það eru svona úrræði, það eru ákveðin úrræði, brottvísun úrræði í öllum Evrópuríkjum. En þau snúast í langflestum tilfellum það þegar þú ert í aðdraganda flutnings til þess að tryggja það að þú sért á staðnum þegar þú ert fluttur. Er það ekki sama hugmynd og við erum að vera fram? Alls ekki. Nú, ok. Ég skildi þannig. En það er að presentera þannig. En ef við erum inn í þetta, þá snýst þetta miklu, miklu meira. Það er miklu vítakari heimildir til þess að setja loka fólk inni, heldur brottvísunar tilskipinu til dæmis áréttar. Og við skulum vera að hafa það alveg á hreinu að ESB er engin aktivisti. Þau eru ekki, það er ekki no borders pælingar þar. En þau eru athugasemdirnar, við fáum reyndar ekkert að sjá þessu gögn. Það er eitt sem að mjög óþægilegt í þessu. Af hverju fáum við ekki sjá gögnin? Ef þetta er allt svona mikið á hreinu, ef þetta er svona mikið í samræmi við allt og mannréttindi og bara það sem okkur ber skylda til að gera á annað. Akkur fáum við ekki að sjá gögnin. Ég óska eftir gögnum, við höfum óskað eftir gögnum alveg frá því ágúst. Ég held að svona stærsta beiðnin sem að ég sendi til dómsmálaráðuneytisins 20. október, henni hefur ekki verið svarað. Það sem ég er að biðja gögn sem eru nefnd í greinargerð með frumvarpinu brottfarastöð, að séu til. Þetta eru gögn sem eiga að vera til. Niðurstöður ákveðna starfshópa, úttekt þessarar Schengen-eftirlitsnefndar og annað. Getur ekki fengið það samt sýnt bara í formi vegna upplýsingalaga? Jú, það er það sem ég báði þau bara svar ekki. Ég er búin að fá eitt svar, fékk verið viku síðan sem sagði 2 vikur? Já, þau eiga bregðast við innan 7 daga. Það bregðast við en þau þurfa eiginlega að láta að hafa innan 14 daga? Já, það kom ekki neitt, það er ekkert komið ennþá 20. október. Fyrir rúmri viku síðan fékk ég post sem að sagði þetta kemur á morgun, eða það kemur svar á morgun. Það kom ekki, það er ekkert komið. Og ég er búin að ítreka aftur og það kemur ekkert. Af hverju látið okkur ekki bara fá þessu gögn? Það myndi örugglega þakka niður í okkur ef þetta er allt svona mikið upp á punkt og prik. En ég efast að myndi þakka niður í þess. ef það væri bara, ef þetta lægi bara fyrir, ég reyndar bara efast það því að það er bara ekkert sem bendir til þess. En punkturinn er það sem við vitum það sem þessi Schengen-eftirlitsnefnd athugasemdinni sem hún kom með. Við getum í rauninni ekki, við fáum ekki úttektina, en við erum með brottvísunar tilskipunina og við erum með tilmæli sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins kom með í kjölfarið á úttekt sem var gerð 2017. Þetta frumvarp er ekki í samræmi við þessi tilmæli. Þetta frumvarp er ekki í samræmi við brottvísunar tilskipunina. Brottvísunar tilskipunin gengur út á það og þar ber okkur skylda til þess að frelsissvipta fólk í aðdraganda flutnings ef þörf krefur og ef engin önnur úrræði duga til þess að flytja á landi, ekki til þess að knýja til þess að sækjum dvalarleyfi ykkur staðar svo ótti ekki rétt á dvalarleyfi. Þú veist, við erum alveg að miskilja þetta og það er pælingin. En þær heimildir eru til staðar nú þegar í lögum og þær eru nýttar.
Það er annað í þessu. Vandinn sá að að fólk vistað á Hólmsheiði en ekki í, þú veist, mannúðlegum aðstæðum eins og aðskilin frá föngum og annað. Tilskipunin gerir alls konar önnur tilmæli til okkar. Aðlaga okkar refsilöggjöf að því að dómaframkvæmd Evrópudómstólsins brottisna tilskipunina. Dómurinn sem vísað í þar, hann ekki eitthvað, já þið verðið að refsa fólki meira. Dómurinn segir, ef að þið geti ekki flutt mann úr landi, þá það þýðir ekkert að bara fara refsunum. Það var einhver á Ítalíu sem fekk fangelsisdóma því hann fór ekki og stjórnvöld gat ekki flutt hann. Þannig að þau eru að segja, þið eru það gang og langt. Ég held bara að fólk sé, sko, út af því að ef ég ætti að giska á, þá held ég að við munum færast nær því sem ég búin að vera að segja heldur en því sem þú ert búin að segja. Eins og ég held að við séum bara að byrja að sjá rétt í toppinu í sjakanum. Ég bara sammála þér, en er það jákvætt? Viljum við það? Nei, ekkert endilega, sko, en ég tel samt líka, þú veist, ég meina, en svo verður við ekki að fara að snúa sér þróun við. En finnst þér, jú, og það er það sem að fólk myndi segja, en hins vegar... Það gerum við bara með því að tryggja mannréttindi, lýðræðisleikur, gilduréttaríki. Gef mér eina sekundu, út af því að þú, sko, hefur enga sympatíu gagnvart því að fólk sé byrjað að hafa áhyggjur af augljósum breytingum í sínu nærumhverfi? Ég hef bara mjög miklu áhyggjur sjálf. Já. En sko stærsta áhyggjur... Nei, en þú veist, nú veit ég hvað þú ert að fara að segja. Þú ert að fara að segja stærsta áhyggjurnar við þarf þeirra sem eru hvítir og þarna. En hefur engar áhyggjur af samt, þú veist, jú, það er einhvern spurningin, en hefur ekkert sympatíu gagnvart því sjónamið, þá er ég ekki að segja að það sé eitthvað óraunhæf og eitthvað þannig. 100%, jú. Þannig að þú skilur alveg að fólki finnst skrítið að það séu kannski fólk sem er með allt annars konar hugmyndir menningar. Ég skil að fólk sé hrætt með við hvernig orðræðan hefur verið. Ég skil að fólk sé hrætt þegar dómsmálaráðherra talar það sem forgangsmál að treysta landamærin og tryggja okkur auka eftirlit á landamærin svo sé ekki vera leipin einhverju glæpamönnum. Ég skil alveg að fólk verið hrætt þegar dómsmálaráðherra tala svona. Sko vandinn sá að þetta vindur svo upp á sig. Skýrsluhópar lögreglunar að segja þetta líka? Nei, nefnilega ekki. Þeir eru búin að segja 20 skipulagði brotahópar og þeir leita í hælisleitendur til þess að hagnýta. Já, ekki hælisleitendur séu glæpamenn. Þeir verða glæpamenn í kjölfarið, væntanlega. Það er misjafnt, mjög misjafnt, sko. En sko það líka bara, ég meina það allt fólk sem jaðarsett og í erfiðri stöðu, það útsett fyrir því að vera misnota glæpahópum. Þannig að hvað gerum við? Við reynum að fækka þeim hópum og minnka þann hóp sem jaðarsettur og útskúfað. En við erum að auka það, við erum að jaðarsetja fólk. En svo líka annað eins og þú ert að tala þú er einhver með þér í íþróttum sem verður fyrir rasisma sem hann var ekki fyrir áður. Það var þetta vinnufélagi minn, en ég hef ekki rætt þetta við krakkana sem ég er að þjálfa. Já, ég skil. En sem sagt, hann að vera fyrir því. Af hverju? Hann ekki glæpamaður í það. Af hverju hann að vera fyrir þessu? Vegna þess að þessi orðræða, að það sé einhvern veginn meiri líkur á að fólk af þessum uppruna séu glæpamenn heldur en aðrir, það skapar ótta í samfélaginu. Við fólk sem lítur svona út. Þú ert að búa til rasisma sem kemur ekkit endilega frá vondum stað upphaflega. Fólk bara hrætt. Það er verið að hræða fólk og það bara rosa vond. Ótti ótti náttúrulega bara líffræðilega að gera það verkum að það aftingist þig framheilin, sko. Þú hættir að hugsa rökrétt og fer bara í fight and flight og þú vilt bara gera allt sem þú getur gert til þess að venda þitt og þér eiginlega alveg sama hvað það er. Þú veist, konur lyfta bílum ofan á börnunum sínum, skilur við, þú veist, bara þegar við förum í eitthvað survival mode, þá verðum við bara svolítið frumstæð. En er það samfélagi sem við viljum búa í? Er það þannig sem við viljum vera? Er ekki betra að reyna að tengja framheilan, reyna að sefa þennan ótta, reyna að vinna á þessum ótta? Ég hef fulla samúð með fólki sem hrætt, þú veist, og við höfum ástæðu til að vera það. En ógnin kemur innanfrá. Ógnin Þorbjörg Sigríður að búa þetta til bara? Nei, alls ekki, hún bara... Hver það að búið til? Það ef það væri nú bara einhver einn, þá þetta nú kannski ekki svo vandleist, þá nú bara þetta ræða við þann einstakling. Ég held að þessi vítarhingur sem við erum að horfa upp á núna hér, hafi byrjað með Facebook-fæslu Bjarna Benediktssonar í janúar 2023. Ég held að þar hafi þetta byrjað. Tjaldbúðunar og fleira? Já, þar sem að hann talar þennan hóp Palestínmanna sem að
eru í mótmælum, friðsamlum mótmælum, gífurlega friðsamlum mótmælum og spyrðir við í lokin og sömu Facebook-fæslu einhverjum það þurfum að fara að taka skipulagri glæpastarfsemi. Í viðtölum segir hann, já þetta var alveg ótengt, þið ekki að vera að spyrja þessu saman. Það er náttúrulega bara fullkomið ábyrgðarleysi. Þarna byrjar þetta. Þarna byrjar hann opnar á þessa orðræðu. Fólki sem var þarna mótmæla friðsamlega nota beni því að það gat ekki fengi fjölskylduna sína til sín sem að var í lífshættu. Það var verið að loka fyrir fjölskyldusameiningar og er búið að gera. Fólk frá Gaza fær ekki fjölskyldusameiningu en flýtimeðferð heldur en aðrir, þó það sé bara í beinni lífshættu og með fjölskyldu, það eru sumir sem halda að fjölskyldaðin sé eins og við skilgreinum öll ættin samkvæmt lögum, þá áttu bara rétt að fjölskyldusameiningu við maka, börn undir 18 ára aldri, þegar börnin er orðin 18 ára, það eru ekki lengur börnin, alveg svo í skattframtalinu, og foreldrar yfir 67. Systkinin er ekki fjölskyldaðin, börnin sem eru uppkomin þau eru ekki fjölskyldaðin, foreldraðinni sem eru undir 67 ára eru ekki fjölskyldaðin. Þú færð ekki fjölskyldusameiningu fyrir þetta fólk yfir höfuð. En það er nýtt. Nei, þetta var alltaf verið svona. En menna, hvað var einhver að tala 30 manna fjölskyldusameiningar? Það eru til dæmi nú veit ég ekki, ég held það sé nú líklega einhverja ýkjur. Ok. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. En það var samt talað það frá einhverjum innan stjórnsýsluna, að það hafi verið svona stórar fjölskyldusameiningar. Ef það gerist, þá erum við farin að tala þú veist, það getur verið dálítið mörg börn í hópnum með eitthvað slíkt, eða þú getur verið að tala þú veist, það eru kannski 2 einstaklingar, kannski eru systkini sem náðu til landsins, skilurðu. En ég svo sem getum ekki tjáð mig það því ég veit ekki hvað málið eru, en þetta eru undantekningar, þetta eru rosalega fá dæmi sem eru svona, vegna þess að skilgreiningin er svona, hún er ofboðslega þröng og hún hefur alltaf verið svona. Þetta er ekki eitthvað sem er nýtt, þetta er ekki eitthvað sem er búið að þrengja að breyta. Það sem er búið að breyta er að það er búið að gera núna kröfu að þú sért búin að vera með dvalarleyfi hérna sem flóttamaður í x tíma áður en þú mátt sækja fjölskyldusameiningu sem notabene tekur líka síðan, ég myndi segja, jafnaði svona ár að þú veist þangað til að við komum til landsins og þetta er auðvitað vont þegar fólk er í lífshættu einhvers staðar og það er ekkert verið að veita flýtimeðferð eins og til dæmis, eins og ég segi, fyrir fólk á Gaza. Þarna var fólk, þetta er það sem að vera að mótmæla, lágu þeim hver sem vill. Ef að börni mín væri lífsitt þá bara tjaldbúðir er nú bara frekar, ég myndi nú segja að væri bara mjög friselt Þú sagði við mig Þú sagði við mig í fyrsta skipti sem við tókum þátt að þegar þú varst yngri og einhvað ennþá að þá sagðir við fyrir þér þinn tilgang að bjarga heiminum. Alveg 100% fætt með þá hugmyndi það sé í mínu verkahring. Ég held bara að það hafi ekki margir áhuga á því og þú. Nei, alls ekki. Og þegar við erum að tala bara svona fjölskyldusameiningar til dæmis, þá held ég að fólk bara ég er alveg til í að taka einn og einn einstakling, en að heilu fjölskylduna sé að flytjast hérna með þeim, með þykir það bara að vera della. En það er vegna þess, það er náttúrulega, það er tvennt sem ég ætla að segja sé vont við það. Í fyrsta lagi, þá er besta leiðin, og þetta er kannski svolítið counterintuitive. Þetta er það sem að rannsóknir sína, að besta leiðin til þess að fá fólk til þess að aðlast er að fá að hafa fjölskyldunni sína með sér. Ég held að hugmyndin sé öfug. Ég held að hugmyndin þegar fólk vil skera fjölskyldusameiningar sé svo að ef að fjölskyldan fær að koma, þá sé þið einhvern veginn að fara að vera sér á báti. Ef þú ert einn að þá aðlagist betur. Það er ekki þannig. Vegna þess að við elskum fjölskyldun okkar. En stærri hópar aðlagast verður samkvæmt rannsóknum. Já, en fjölskyldaðin eins og ég segi, hún er ekki drossalega, þetta er ekki drossalega hvað að segja stór hópur sem er þannig inni. Þannig að þá fá fjölskylduna þína. Það er ekki öll ættin, alls ekki. Hitt er, stóru hópar, aðlast verð, það er rauninni snúnara, náttúrulega bara eftir því sem hópurinn er stærri þú ætlar að byrja á honum,
En og þetta er sem að mér er svolítið leiðilegt, við höfum tækifæri, við höfum svo gott tækifæri alveg hérna frá 2012 þegar fór fyrst að koma kannski 30, 40, 50 manns á ári til þess að bara keyra í að búa til kerfi sem gengur út á það að koma fólki inn í samfélagið. Það var engin áhuga á því þá. Það var svo lítill áhuga á því að sko 2015 þegar ég er að vinna á Rauða krossinum, þá vorum við nokkur sem vorum að vinna sem að fórum sko settum að fóta sjálfboðalega verkefni. Bara það sem við gerum helgar þegar vorum ekki að vinna fyrir Rauða krossinum, vorum við sjálfboðaverkefni fyrir Rauða krossin með námskeið sem hét Welcome to Iceland. Við vorum bara búið til upp úr okkur. Ég lögfræðingur, annar viðskiptafræðingur, bróður minn sem er ekki með stúdentspróf, skilurðu, þú veist, að reyna að tjasla saman einhverju leið fyrir fólk að komast inn í samfélagi. Hvernig finn ég mér íbúð? Hvernig kynnist ég fólki? Hver eru mannasiðirnir hérna? Við vorum með sko heilt session, bara group session hinsegin fólk, kvenréttindi og bara tökum samtalið. Og sko, þetta er svo gaglegt og þetta var svo frábært. Og þetta er alveg þannig að sko, fólk alveg, já, nei, það er ekki gott að vera gay, sko, það er ekki gott. Og við bara spyrjum, 3-4 spurninga. Já, heldur þú að þú getur orðið hommi núna ef að já, hún er reyna? Nei, ég held ekki. Ok, þannig að þú heldur að kynhneigð sé mögulega ekki val? Nei. Og þá eru þau svona, já. Og það var mjög algengt að fólk sagði bara, vistu að ég hef aldrei pælt í þessu. Það þarf ekkert meira en samtala, bara tala við fólk. Kemur fram við fólk af virðingu og við tölum saman og við ræðum það, hvernig við ætlum að byggja upp gott samfélag saman. Þá er það sem við viljum öll. Og þetta fólk er ekkert öðruvísi þegar kemur á því. Það er alveg sama hvaðan fólk kemur. Það langar fyrst og fremst til þess að geta farið í vinnuna á mótnana, geta alveg börni sínu öryggi, búið við efnahagslegt og svona félagslegt öryggi og annað. Þannig ef við veitum það, þá minnkar ofbeldi. Hérna, loka spurning. Ertu bjartsýn? Já, ég er bjartsýn. Ég ætla að endurtaka það að ég skelfa kulda en ekki reiði. Ég var með hann galopinn og svo glemdi ég að loka hann. Ég er líka alveg kuldaskræfum. Það er líka ógeðslega kalt úti. Það er rosalegt. Ég segi bara hver ber ábyrgð á þessu. Sko. Hver ber ábyrgð á þessu? Það er ekki stjórnan ekkert að gera þessu. Oppa græjar þetta. Loftslagsmálum hérna. Hérna. Er ég bjartsýn? Já, ég er bjartsýn. Við förum í hringi. Ég held að við munum komast upp úr þessu myrkri. Hversu langt heldur að pendulum minni færast? Vonandi ekki mikið lengra. Ég vona að við þurfum ekki að fara að horfa upp á einhver alvarlegri mannréttindabrot en við erum að gera nú þegar. Ég vona að við séum að ná botninum. Já, sjáum til. Það verður ekki hægt að saka þau annað, það er ekki hægt að saka þau skort á rökfestu. Það er alveg hægt að segja það. Hérna, þetta var mjög skemmtilegt. Arndís Anna, takk aðeinslega fyrir að koma og þá getur næst. Takk sem við leiðis, slaka til.